Kæru gestir, mitt erindi hér sem ráðherra bæði nýsköpunar og viðskipta mjög einfalt. Það að hvetja íslenskt viðskiptalíf til að nýta sér og innleiða þær lausnir sem verið að þróa til að íslenskan geti notið sín í tæknivæddum heimi. Tungumálið okkar, hið ástkæra ylhýra, tæki. En það ekki eins og hvert annað tæki sem við erum tilbúin að skipta út ef við teljum okkur geta notað eitthvað annað í staðinn. Íslenskan ómetanlegur arfur, hluti af sjálfsmynd okkar sem þjóðar og tenging okkar við söguna. Heimurinn breytist nú á ljóshraða eða því sem næst og breytingarnar fela í sér stærri áskorun fyrir tungumálið okkar en það hefur staðið frammi fyrir nokkuð tímann áður. Samskipti okkar, daglegt líf okkar og störf okkar, allt þetta fer í sífellt auknum mæli fram á vettvangi nýrra tækni sem var ekki þróuð með íslenskuna í huga. Og það þess vegna ekki ofsagt að hún eigi undir högg að sækja. Nú ég líka ráðherra orkumála og þar erum við að setja mikinn kraft og fjármuni í orkuskipti af því að við viljum verða óháð jarðefnaeldsneyti og taka upp aðra orkugjafa í staðinn. Hvað íslenskuna varðar þessu akkúrat öfugt farið. Hér eru það alls konar utanaðkomandi þættir, framfarir og tækni sem valda því að fleiri og fleiri þættir tilveru okkar eru óháðir íslenskunni. Að einhverju leyti umhverfið að hóta okkur tungumálaskiptum. En það þróun sem við bæði verðum og viljum stöðva. Mjög margt hefur áunnist í því stóra máltækni átaki sem stjórnvöld hafa sett af stað í þessu skyni og sem almannarómur hefur umsjón með að hrinda í framkvæmd. Mjög margar góðar lausnir hafa verið þróaðar, enda eru íslensku hugviti og íslensku nýsköpunar umhverfi flestir vegir færir þegar það fær súrefni. Mín skilaboð til ykkar, kæru gestir, eru mjög einföld. Nýtum lausnirnar, það skiptir máli.